Heyrði, kæru útskriftarnemendur, foreldrar og aðrir. Verið hjartalega velkomin á þessi merku tímamót, útskrift árgangs 2008. Sólin skín skært á himni í dag ykkur til heiðus. Það er enda smá vindasamt úti, en flugdrekinn svífur hæst á móti vindinum. Ég ætla að kynna fyrir ykkur dagskrán í dag. Við ætlum að byrja dagskrán á eftir. Sigurður Arnar Sigurðsson, eða Siggi skólastjóri, eins og hann er kallaður, ætlar að byrja á að flytja ykkur ræðu. Á eftir ræðu Sigga mun afhending einkunna og viðurkenninga fara fram. Síðan ætlar Bjarki Berg Reynisson, eða BB King, að vera með atriði fyrir ykkur. Á eftir honum þá ætla Aldís Ösp Elvarsdóttir, Benedikt Víkingur Rúnarsson og Tinna Pálsdóttir að flytja kveðju fyrir hönd 10. bekkinga. Kennarar árgangsins, þau Íris, Örn og Hjördís, ætla að segja nokkur orð og sýna ykkur myndband. Og fyrir hönd foreldra þá ætla Hafdís Bergsdóttir, Sigríður Margrét Matthíasdóttir að flytja kveðju. Síðan undir lokin ætla útskriftarnemendur að flytja brot úr söngleiknum Úlfur, Úlfur. Og að lokum þá ætla Margrét Ágadóttir foreldri og aðstoðarskólastjóri að slíta athöfninni. Heyrði, þá ætlar Siggi skólastjóri að koma hérna upp á svið og flytja smá ræðu. Ágætu nemendur, foreldrar og aðrir gestir. Það er komið á útskrift skólaárið 2023-2024. Að baki er starfsamt og skemmtilegt skólaár. Grundaskóli er settur á þessu skólaári miðvikudaginn 23. ágúst 2023, en skólinn tók fyrst til starfa þann 7. október 1981. Nú í lok skólaárs er 700 nemendur í skólanum, sem er nánast sami nemendafjöldi og var á síðasta ári. Nemendur skiptast í 31 bekkjadeild í 1. til 10. bekk og eru tæplega 23 nemendur að meðaltali í hverri bekkjadeild. Í ár erum við útskrifa 66 nemendur úr 10. bekk. Starfsmenn grundaskóla eru samtals 115 í miðstórum stöðugildum. Kennarar eru 70 að skólastjórn og stoðteymi meðtöldum og aðrir starfsmenn 45. Þetta skólaár fer líkt og skólaárið í fyrra í sögubækurnar sem ár byggingaframkvæmda og mikilla breytinga. Þetta hefur verið erfiður tími en á vissan hátt einnig lærdómsríkur. Útskriftarnemendur og foreldrar hafa svo sannarlega fengið að finna fyrir þessum húsnæðisfrakningum á liðnum árum. Húsnæðismál er ekki einu áskorunnar sem við höfum tekist á við. Skólasamfélagið tekst á við breytingar tengt miklum tæknibreytingum og samfélagsbreytingum almennt. Hlutverk skólans vex og kröfurnar stigmagnast með hverju árinu sem líður. Reglum má lesa greinar í blöðum eða hlusta á þætti í fjölmiðlum þar sem spurt hvað skólar ætla að gera í þessu og hinu. Í þessari umræðu er sjaldnast verið að ræða menntamál, heldur miklu frekar heilbrigðis- eða barnaverndarmál. Það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig, segi ég þekktum lagateksta. Hlutverk foreldra er ótrúlega mikilvægt. Að leiðbeina börnum sínum, veita þeim aðhald og setja mörk. Foreldrar hafa nú stutt börn sín í gegnum leik og grunnskóla og mikilvægt að sá stuðningur haldi áfram yfir í framhaldsskóla. Grundaskóli hefur á síðustu mánuðum tekið á móti hópu nemenda sem hafa þurft að yfirgefa heimili sitt og fjölskyldu,
Hingað hafa komið nemendur í skólan á flótta undan stríðsátökum, fátækt eða ofsóknum og eru án tungumáls, án vina eða jafnvel fjölskyldu og án alls þess við hin teljum sjálfsagt og göngum að sem vísu. Starfsfólk Grundaskóla hefur tekið þessari áskorun sem öllum öðrum að mikilli fagmennsku. Í okkar starfsmannahópi er öflugt og fjölhæft fólk sem tala mörg tungumál. Það hefur verið frábært að sjá bæði nemendur og starfsfólk reyna að liðsinna flóttafólki í afar erfiðum aðstæðum. Á þessi ári hefur verið minnt rækilega á hversu mikilvægt það er að standa saman og hjálpast að sem ein heild. Lykill að velgengni er að hugsa lokamarkmiðið en ekki tímabundið vandamál. Það eru fjölmargir dagar sem unnið hefur verið fram á nótt hér í Grundaskóla, þar sem kennar og annars skólafólk hefur unnið að endurskipulagningu á skólastarfi. Ég hef oft hugsað þegar höfuðið kom á koddann eftir erfiða vinnudag, hvar værum við hefðum ekki svo öflugt starfslið. Það er ekki sjálfgefið að hafa metnaðarfullt og öflugt starfsfólk. Nú í lok þessa skólaárs verða venju einhverjar breytingar í stóru starfsmannhópi. Mér langar að nota þetta tilefni og nefna einn starfsmann sem lætur á störfum en Margrét Þorvaldsdóttir hætti störfum eftir að hafa kennt við Grundaskóla í 35 ár. Margrét hefur sinnt margvíslegum störfum innan skólans, svo sem sérkennari, verið í list og verkefnum og sinnt stjórnunarstörfum. Mér langar að nýta þetta tækifæri og þakka Margréti fyrir langt og gott og farsælt starf fyrir nemendur Grundaskóla og ég held að sé við hæfi að gefa Margréti gott klapp. Starfsmenn sem hætta störfum verða annars formlega hvattir og öðru viðburði hér í lok vikunar. Á næstu mánuðum mun Grundaskóli taka miklum breytingum. Við fáum að meðal annars 11 nýja kennslustofur, nýtt skólaíþróttahús og nýja og glæsilega verkefnaálmu. Ný verkefnin mun einnig líta dagsins ljós og sem dæmi spennandi breytingar er að undirbúningur er fyrir sjónvarpsstöð í vinnslu. þar sem nemendur geta sett upp sína eigin þætti og sendt út. Skólum einnig líka eignast hljóðver, öfluga útvarpsstöð og margt fleira. Það er spennandi tíma framundan. Á þessum tímapunkti er ástæða til hrósa nemendum, starfsmönnum og skólasamfélagi öllu fyrir gott starf. Framtíð skólans er björt. Faglega og skipulega munum við taka skref fyrir skref áfram að byggja hinn nýja grundaskóla. Árið 2025 verður skólahúsnæði okkar eitt af glæsilegasta í landinu, bæði hvaða aðstæður og tækni. Allt umhverfi okkar er að breytast og það ekki bara við skólafólk. Það er til dæmis ekki alltaf auðvelt fyrir foreldra að fylgja börnum sínum eftir þar sem samskipti fara stórum hluti í gegnum stafræna miðla. Það er áskorun sem reynir á samtal og samskipti á hverju heimili. Það vakti athygli mína að í nýafstöðnum forsetakosningum þá voru meðal annars nokkrir fyrrum nemendur og gamlir útskriftarnemar úr grundaskóla úr árgöngum 92 til 94 í fremstu víglínu. Hlutverk þeirra var að stjórna og stýra rafrænni kosningabaráttu og upplýsingamiðlum frambjóðenda. Þessir einstaklingar eru taldir að hafa haft mikil áhrif á framvinduna. Viðkomandi, í dag ungar konur, sem fyrir örfáum árum sátu hér í þessum sal sem útskriftarnemar, nýttu sér gervigreind, tækninýjungar, tölfræði og eigin snilli til að stýra miðlun upplýsingar til kjósenda. Þróun sem er senn heillandi en ógnvænleg. Kæru nemendur, hugsið ykkur að mögulega verður eitthvert ykkar mikill áhrifavaldur í næstu eða þarnæstu forsetakosningum. Stafræn bylting reynir líka á skóla og skólafólk. Tengt nám og kennsla hafa mál þróast á góðan og uppbyggilegan veg.
Við sem störfum í grundáskóla viljum hafa reglum notkun á símum og tækjum og erum samfærð að algjört frjálsræði er ekki rétta leiðin. Við þurfum að læra að umgangast þessi tæki því annars mun tæki og tækni yfirtaka líf okkar með öllu. Ætlum við að stjórna eða láta stjórna staði. Unga fólkin sem hér situr hefur sem betur fyrir ekki mikla áhyggjur að tækni framþróun. Þau ættu þó að hlusta vel á foreldra sína og kennara sem hvetja til þess að fara varlega. Þau varnaráð eru sett fram af umhyggju og reynslu fólks sem veit hvað að segja og vilja ykkur bara það besta í lífinu. Einn dag verðið þið líka foreldrar og gefið öðrum góð ráð. Munið það. Grundáskóli hefur tekið stórt skref tengt tækniþróun. Það þýðir ekki að sitja bara eftir. Nú hafa allir nemendur á unglingastigi sína fartölur. Við erum með innleiða nýtt skjalaskráningakerfi, Workpoint. Við höfum tekið upp rafræna skráningu, upplýsingu og öll innritunarskjöl eru að verða rafræn. Í allri þessari þróun er markmiðið að tæknin gagnist okkur en að skólastæðir sé ekki fyrir tæknina eða markaðsöflin. Margir hafa komið máli við mig og rætt húsnæðismál skólans og er ekki að furða. Við höfum vissulega átt í miklu vanda en það er mikið lán að skólasamfélag grundáskóla, nemendur, foreldrar og skólafólk hefur einbeitt sér að lausnum en ekki vandamálum. Strax í upphafi var tekin formlega ákvörðun að keyra allt starf okkar á fulla ferð en ekki draga úr starfsemi. Ákvörðun að sigla skólaskipinu út úr óveðrinu seglum þöndum. Í stað þess að jafna okkur eftir erfiða tíma var ákveðið að tjalda öllu til og vinna upp tapaðan tíma. Þá stefnum á merki fjölda listsýninga, tónleika, bekkjarkvöldu, námskeiðum, skólaferðum, rannsókn og þróunarverkefnum og síðast í gær var hér heil kvikmyndahátíð. Of langt mál var að rekja það allt hér, en mig langar þó að nefna eitt verkefni. Það er leiklistaverkefni sem 10. bekkingar tóku þátt í, Úlfur, Úlfur, og var lokaverkefni á þessu skólaári. Þar stóðu þið ykkur frábæla og margir unnu mikinn persónlegan sigur. Það er nefnilega mikill lærdómur fólkin í því að standa á sviði, leika, dansa og syngja. Stórt hrós til ykkur allra með þetta verkefni. Ég vil nota tækifæri til að þakka foreldrum og öðrum sem lögðu verkefninu lið með vinnuframlagi eða annan hátt. Þátttaka foreldra sem þessi er ómetaleg fyrir skólastarfið. Við í grundáskóla fáum árlega marga gesti í heimsókn. Allir þessir gestir segja það sama en það er að í skólanum ríkir notalegt andrúmsloft þar sem nemendur eru kurteisir og opnir og taka vel á móti þeim sem heimsækja skólan. Þetta er umsögn sem ég er virkilega ánægður með. Ég verð þó að tiltaka að það er gott að þessi gestir voru ekki hér í heimsókn þegar sumir af þeim sem nú eru að útskrifast í skólanum áttu sínar óþekktar stundir. Já, gott fólk, þetta hefur ekki allt verið eftir bókinni. Þegar ég líti yfir hópinn, þá er hér nokkri sem hafa setið og skriftuðu skólastjórnanda og þurft að útskýra sitt mál. Og það sumir oftar en einu sinni og tvisvar. Hér inni eru foreldrar sem hafa þurft að mæta á staðinn til að fara yfir málin. Upp hafa komið spurningar svo sem, hvað verður eiginlega úr þessum börnum? Í dag höfum við svarið og getum glaðst yfir því að þessi vinna og samdöfl virðist hafa skilað miklum árangri. Hér situr öflugur nemendahópur sem líkur námi sem góðir vinir, einstaklingar sem hafa lært kurteisi og kunna meta góð samskipti. Ungt fólk með mikla hæfileika og á framtíðina fyrir sér. Lærdómurinn kannski að í óþekkt er fólkin kraftur sem mikilvægt er að líta til góðra og uppbyggjandi verka. Þessi orð er á vissan hátt vitnisburður ykkur ágætu útskriftarnemar.
Þið hafið þroskast vel, eflst á allan hátt og framfæri hafa verið miklar. Í dag yfirgefur skólan öflugur námshópur, hópur nemenda sem heldur vel utan hvern annan og mun án vafa standa saman hvert sem leiðin liggur. Þessa samstöð og samkennd þarf að varðveita og hlúa vel að. Á lífsins vegi liggja margar hættur. Fréttir í fjölmiðlum afleiðinga fíkniefnaneyslu, umræður ofbeld og kúgun í samskiptum eitthvað sem á veita athygli og forðast. Þegar reynir á gott að eiga góða að. Já, það rétt sem segir í laglunni, góðu vinur getur gert kraftaverk. Ég vil hvetja ykkur öll til að halda áfram í námi. Margar og fjölbreyttar námsleiðir í boði og framtíðin ykkar. Hvert og eitt ykkar býr sannarlega yfir einstökum og ómetanlegum hæfileikum og því höfum við öll fengið að kynnast hér í grundaskóla. Trúið því hvert og eitt að þið eru mikilvægt, að þið sem einstaklega skiptið máli. Einhver daginn verið þið mikilvægast að manneskjan lífi einhvers vegna þess hver þið eruð og hvernig. Það eru sárafáir sem gangi í gegnum lífið án þess að verða einhvern tíma fyrir vonbrigði með mótlæti. Með jákvæðu hugafari, virðingu gagnvart samferðamönnum ykkar og ykkur sjálfum og trú á drauma framtíðar mun ykkur farnast vel. Það er ósk mín og von að ykkur muni farnast vel í hverju því sem þið takið ykkur fyrir hendur. Ég vona líka að þið eigi góða minningar úr grundaskóla og hugsið til skólans og kennarinn ykkar með hlýju nú og þegar framlíða stundir. Þið og foreldrar ykkar hafa síðastliðum 10 árum átt ykkar þátt að gera grundaskóla að góðum skóla. Fyrir það ykkur farðar þakkir. Við munum sakna ykkar en hlökkum til þess að fylgjast með ykkur glíma við verkefni framtíðarinnar. Ágætu útskriftanivar. Þetta ykkar staður, ykkar stund. Ég vil hvetja ykkur til að vera duglega að koma í heimsókn og taka þátt í viðburðum því þrátt fyrir þið séu brátt útskrifuð grunnskóla, þá verður grundaskóli alltaf ykkar skóli. Þið eru það bila að kveðja skólan ykkar og fá vitnisburð árangur vetrarins afhentan. Eins og gengur eru niðurstöðurnar mismunandi. Ég vil enga síður nota þetta tækja til að minna ykkur á að einkunnir er aðeins einn mælikvarði á árangur ykkar. Þá komið að afhendingu útskriftarskjala. Nemendur verða kallar upp í stafrófsröð og taka á móti útskriftarskjölum og viðurkennarskjölum eftir sem við á. Og ég ætla bæði að fá umsjónarkennari hérna upp og aðstoðarskólastjóra til að taka þátt í þessu. Takk fyrir. Eru ekki bara klár? Adam Agnarsson. Aðalheiður Lára Guðlaugsdóttir. Aldís Silja Viðarsdóttir. Aldís María Smáradóttir. Aldís Ósk Arnardóttir. Aldís Ösp Elvarsdóttir. Aníta Sif Flósadóttir. Anna Málfríður Ottesen. Arnar Gunnarsson. Arnar Már Garðarsson.
Arnar Páll Sigmarsson, Aron Óttar Bergþórsson, Árni Daniel Gretarsson, Ása Katrín Harðardóttir, Ásrún Jónsdóttir. Mér langar að biðja Ásrúnu aðeins að standa hérna. Ásrún Jónsdóttir annar af 2 nemendum sem hlýtur viðurkenningu úr Ingunnarsjóði fyrir prúðmennsku og góða námsárangur. Mér langar aðeins að upplýsa ykkur Ingunni Sveinsdóttir. Ingunn Sveinsdóttir var fædd og uppalin á Akranesi. Foreldrar hennar voru Metta Steinunn Hansdóttir, Hoffmann og Sveinn Guðmundsson kaupmaður. Menntun sína hlaut hún meðal annars í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó lengst af á Akranesi og starfaði mikið af menningar- og mannúðarmálum. Stóð hún til dæmis á stofnun Kvenfélags Akranes og Akranesdeildar Rauða kross Íslands. Einnig lét hún sem varða námsárangur ungmenni í skólum bæjarins og veitti verðlaun þeim nemendum sem skoruðu fram úr í námi og prúðmennsku. Ingunn var gift Haraldi Böðvarssyni útgerðarmanni. Heyrðu, næst langar mig að biðja Ásrúnu Silju Andradóttir að koma á svið. Mér langar aðeins til að stöðva hana, ekki halda hún fram alveg strax. Ásrún Lilja Andradóttir, það eru sem sagt 2 nemendur sem hljóta viðurkenningu úr sjóði Lovísuhrundar fyrir dugnað, góð samskipti, jákvæðni og hvatningu. Og hún ein þeirra. Minningarsjóður Lovísuhrundar stofnaður í minningu Lovísuhrundar Svavarsdóttur sem lést langt aldur fram þann 7. apríl árið 2013. Lovísa Hrund var fædd 5. október árið 1995 og uppalin á Akranesi. Foreldrar hennar eru Sævar Skarphéðinn Guðmundsson og Hrönn Ásgeirsdóttir og var hún yngst 4 systkina. Hún hóf grunnskólagöngu sín í Brekkubæjarskóla og lauk henni í Grundaskóla. Einnig stundaði hún nám við Fjölbrautaskóla Vesturlands. Lovísa Hrund var kærleiksrík og iðulega tilbúin að hjálpa öðrum. Ásta Lóa Bárðardóttir. Síðan langar mig að biðja Benedikt Víking Rúnarsson að koma á svið. Benedikt einn af 4 nemendum sem hlýtur hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar. Til hamingju. Birkir Hrafn Samúelsson. Birta Maren Kristjánsdóttir. Bjarki Berg Reynisson, B.B. King. Bríett Sunna Gunnarsdóttir. Edda Ósk Vigfúsdóttir. Eldar Babbi. Elín Birna Ármannsdóttir. Elisabeth Fróðný Ben Eiríksdóttir. Emilía Kristín Guðjónsdóttir. Eysteinn Orri Valdimarsson. Gabriel Snær Gunnarsson.
Guðjón Hagalín Kristjánsson. Mér langar að biðja Guðjón aðeins að staldra við. Hann hlýtur einni viðurkenningu úr Ingunnarsjóði fyrir prúðmennsku og góðan námsárangur. Til hamingju. Guðlaugur Þór Þórðarsson. Guðmundur Hrafnkell Daðarsson. Guðrún Ágústa Káradóttir. Ísak Davíð Þórðarsson. Ísak Logi Jónasson. Ísleifur Sturlaugsson. Jenny Lind Hannesdóttir. Jóhannes Már Danielsson. Jón Þór Finnbogason. Júlía Michalek. Júlía Einarsdóttir. Jökull Viktor Jakobsson. Kara Líf Traustadóttir. Karl Magnús Kristjánsson. Lilja Sól Bjarnadóttir. Magnús Orri Ólafsson. María Erla Björnsdóttir. Nökkvi Snorrason. Pétur Ófeigur Bogason. Ronja Vala S. Gísladóttir. Róbert Óttarsson. Saga Dís Davíðsdóttir. Sara Dís Óskarsdóttir. Sigurður Brynjarsson. Mér langar að biðja Sigurðum að staldra hérna eins við. Sigurður hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur við útskrift í Grundaskóla 5. júní 2024 til hamingju. Hérna, mér langar aðeins að segja frá, já, smá hérna einhver samskipt hérna milli mín og Sigga, ég ætla að klára þetta. Hérna, hann hlýtur viðurkenningu úr sjóði Guðmundar P. Bjarnasonar. Guðmundur átti lengst af heima á Sýruparti og starfaði sem netagerðarmaður og fiskimaður á Akranesi, auk þess að hann gerði út bátinn Bjarna Jóhannesson í félagi við bróður sinn. Guðmundur gaf byggðasafn á Görðum neðra Sýrupart árið 1989. Guðmundur var virkur í félagsstarfi og var einn af stofnendum knattspyrnufélags Kára og taflfélag Akranes. Honum var annt skólaísku og ungmenni Akranes og sýndi áhuga og umhyggju með því að stofna sjóð til verðlaunaveitinga þeim nemendum sem ná framúrskarandi námsárangri við burtfarapróf úr Brekkubæjarskóla, Grundaskóla og Fjölbrautaskóla Vesturlands. Tilgangur sjóðsins er að hvetja til áhuga og iðn í námi. Fyrst var úthlutun úr sjóðnum árið 1995 og hefur verið gert á hverju ári síðan þá.
María Erla Björnsdóttir, hún hérna? Það datt skipulega, ég held að vera alveg upp á 110, en blaðið datt hérna í gólfið þegar ég var að færa hérna upp. María Erla Björnsdóttir, hún hlýtur einnig hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar, til hamingju. Silvía Björg Einarsdóttir. Styrmir Jóhann Ellertsson. Sunna Dís Skarphéðinsdóttir. Sunna. Sunna Dís, hún hlýtur einnig hérna hvatningaverðlaun Akraneskaupstaðar. Sunna Rún Sigurðardóttir. Mig langar að biðja Sunnu að staldra eins við. Hún hlýtur einnig verðlaun úr minningasjóði Lovísurhundar, til hamingju. Sveinn Þór Elínbergsson. Sævar Hrafn Sævarsson. Sævar ætlar aðeins að stoppa. Hann hlýtur einnig, hann sá 4. og síðasti sem hlýtur verðlaun úr hvatningasjóði Akraneskaupstaðar. Tinna Pálsdóttir. Vala María Sturludóttir. Valdís Ramót Kristinsdóttir. Vigdís Birna Arnþórsdóttir. Þórkatla Þyrí Sturludóttir. Heyrði, það vantar eitt umslag. Getur verið að eitthvað umslag hafi límst við? Kannski þeir sem eru nánast honum í stafrófinu. Við vitum að þú vilt útskrifa. Heyrðu, Tryggvi Rafn Ingimarsson. Afsakið þetta. Þetta eru mannleg mistök. En falli farar heillu, það ekki? Heyrði, þá er þessu lokið, til hamingju. Kæru vinir, ég vildi bara láta ykkur vita að skólinn er hér með myndtökumann og hér er vídeóupptaka líka og við munum gera þetta aðgengilegt fyrir foreldra bara fljótlega. Nei, vita því. Takk. Er Bjarki klár á svið?
Rössa strax adrenalín. Nótt vond og ég þarf frið. Sakleysið farið úrið. Fucking gott að úrið. Skítu gerist allt og oft. Góða mótu harða soft. Áfá veikinda vottorð. Leifir það gott, gerir það fokk. Takk fyrir mig. Glæsilegt. Heyrðu, eruðu klára líka Aldísa Spelvasdóttir, Benedikt Víkingur Rúnarsson og Tinna Pálsdóttir? Afsakið þetta. Hvað? Jæja. Kæru samnefnendur. Kennarar og foreldrar. Það er okkur mikill heiður að fá að flytja þessa ræðu fyrir ykkur. Ég heiti Benedikt. Ég heiti Aldís. Og ég heiti Tinna. Og við ætlum að fá að rifja upp skólagönguna okkar. Haustið 2014 mættum við í grundaskóla. 6 ára með allt of stóra töskur. Peppuð í næstu 10 árin. Þegar við byrjum í fyrsta bekk, þá var okkur skipt í 3 bekki eftir leikskólahópunum okkar. Og kennarinn okkar þá voru Sigurbjörg Ragna, sem við köllum Sibbu, Margrét Rós og Elisabeth Jóhannesdóttir, sem við köllum Elsu. Við höfum greinilega verið rosalega skemmtileg, því þær voru með okkur frá 1. til 4. bekk. Síðan í öðrum bekk bættist Karen í kennarateymið og var líka með bekkinn hennar Elsu. Á yngsta stínu lærðum við ýmislegt og gerum alls konar skemmtilegt eins og til dæmis stóru bókina, fórum á Bjarteyjarsand og gerum alls kyns bekkjarverkefni. Við fengum líka að borða hádegismat upp í stofu því það var verið að stækka matsalinn okkar. Okkur fannst það mjög cool. Árgangurinn var líka skipt í vinahópa sem hittust reglulega heima og spiluðu saman hjá hvort öðru eftir skóla. Leikinni Dimmalim og litaleikurinn og regnbogastiginn voru vinsælir, en engin leikur var eins vinsæll og 1 króna. Á yngsta stiginu byrjaði líka gervigrasdrama sem átti eftir að eiga sér stað fram á unglingastig. Í 5. til 7. bekk fengum við svo nýja kennara og þá tóku Eyrún, Sigga Óla og Karitas Svea, Sibbu, Margréti og Elsu. Á miðstiginu lærðum við endalaust víkinga. Við gerðum til dæmis víkingabókina, fórum á Eiríksstaði eftir að hafa lært Eirík Rauða og vini hans. Lærðum Snorra Sturluson og fórum í Reykholt. Gerðum Óskaveröldina, fórum í heimsókn á Alþingi og margt fleira skemmtilegt. Við vorum ekkert öðruvísi en aðrir krakkar á miðstigi, svo það var nóg drama, rifumst reglulega gervigrasið, en 1 króna var ennþá vinsælasti leikurinn. Í lok 7. bekkjar skall COVID á með heimaskóla, grímum og nóaspritti. COVID gerði það að verkum að við komumst ekki í Reykjaskóla það árið, sem við vorum mjög svekkt því við vorum
því okkur var búið að hlakka mikið til og vorum búin að gera okkur mjög mikla vonir. Það kom samt í ljós seinna að við græddum samt af COVID og það við fengum að fara í 2 ferðir í staðinn fyrir eina. Í 7. bekk fengum við tækifæri til að taka þátt í Erasmus-verkefni sem margir nemendur nýttu sér til að prófa eitthvað nýtt og kynnast nýju fólki. En enn og aftur kom COVID í veg fyrir það og við þurftum að fresta útlandaferðum til unglingastigs. Þegar við mættum á unglingastigi í 8. bekk voru margir stressaðir, sumir spenntir sem var kannski algjör óþarfi því önnur bylgja af COVID var komin á stað og þá var ákveðið að við yrðum áfram á miðstiginu. Við fengum þess vegna 4 ára á miðstiginu en ekki 3. Þegar við byrjum í 8. bekk var bekkjunum breytt og við fengum nýja kennara. Aron Ímir átti að kenna einum bekknum en hann hætti við og þá fengum við elsku Aldísilu okkar í staðinn. Svo fengum við líka allar besta Ödda okkar og Rósu. Og Karitas hélt áfram vera með okkur í 8. bekk. Og svo í 8. bekk fórum við loksins í Reykjaskóla. Eftir langa bið og þá var allir mjög hamingjusamir. Við unnum allskyns þemaverkefni saman í 8. bekk en stærst þeirra var verkefni mannréttindi. Í því verkefni lásum við bókina Vertu ósýnilegur og gerðum nokkuð verkefni út frá henni og lokaverkefni þess var það að kennararnir bjuggu til flóttamannabúðir fyrir okkur svo við gætum upplifað hvernig væri fyrir Sýrlendinga. Í framhaldinu gerðum við þemaverkefni bókina Undur sem var verkefni umburðarlyndi og fjölbreytileikann og við gerðum allskyns verkefni út frá þeirri bók. Í 9. bekk fengum við nýja kennara. Við heldum í Ödda okkar en við fengum okkar allar bestu Írisi og Hjördísi til okkar. Flutningar settu svip sinn á þegar við vorum í 9. bekk vegna húsnæðisvanda og voru við öll aðskilin fyrstu mánuðina. Hjördísabekkur var niður á miðstigi, Öddabekkur var út í eyju og Írisabekkur var niður í gömlu tónlistastofunni. Við sameinuðumst í stjórnunarálmunni í desember og vorum þar fram í febrúar. Þegar við að lokum fórum í unglingastigið og kláruðum skólaárið þar. Við unnum 2 stór þemaverkefni í 9. bekk, þau Skrímsli kemur og Allt í hers höndum. Við lásum bókina Skrímsli kemur og lærðum mikið tilfinningar og ritgerðaskrif. Og lokaverkefni þess var það að við horfðum á myndina Skrímsli kemur. Allt í hers höndum var mjög skemmtilegt og fræðandi verkefni þar sem við lærðum seinni heimsstyrjöldina og hvernig þeir tímar voru. Við lásum bókina Strákurinn í röndóttu náttfötunum og gerðum allskyns verkefni upp úr þeirri bók og horfðum síðar á myndina. Í 10. bekk héldum við enn í okkar besta kennarateimi og fengum að byrja skólaárið unglingastiginu í fyrsta skipti. Það gerðist allskyns skemmtilegt á okkar útskrifta ári. Stærsti partur þess var auðvitað besti sönglingun okkar, Úlfur Úlfur. Við viljum þakka Einari Viðarsyni kærlega fyrir þetta tækifæri til að láta ljós okkar skína. Það var mikil lærdómur í verkefninu Úlfur Úlfur, oft erfitt en það var svo mikið þess virði. Við viljum taka mikið út frá Úlfur Úlfur út í líf okkar. Úlfur Úlfur mun alltaf eiga stóran part í hjarta okkar. Eftir Úlfur Úlfur þurftum við að læra allt sem við mistum af. Í maí fórum við svo í langþráða lokaferðina, hún var eins geggjuð og við bjuggumst við og kannski aðeins betur en það. Við byrjum að lokum að græja árgangsbókina okkar sem var mjög spennandi en líka sorgleg vegna þess að þá fórum við átt okkar að því að við varum að útskrifast úr grunnskóla. Elsku bestu bekkjarfélagar okkar. Takk kærlega fyrir öll þessi dásamlega ár saman í grundaskóla. Það hefur verið þvílíkur heiður að vera með ykkur hérna í árgangi og fyrir það erum við ævinlega þakklátt. Við eigum ótrúlega skemmtilegar og fyndnar minningar saman og margar koma upp í huga núna. Við viljum hrósa ykkur öllum fyrir hversu frábæra dásamleg þið eru orðin. Við viljum líka hrósa strákunum okkar fyrir að geta loksins fara á gervigrasið án þess að rífast. Og já, og miklu minna stelpudrama í dag en það var. Það eru mikla framfarir fyrir okkar árgang og þið þykir svo ótrúlega vænt ykkur öll. Næst vil ég þakka kennarunum okkar, þeim Írisi, Hjördísi, Ödda og Rósu. Elsku kennarateimi okkar, takk kærlega fyrir öll þessi æðislu og frábæri ár sem þið hafa verið hérna með okkur. Við erum ótrúlega þakklátt fyrir að hafa fengið ykkur sem kennara og fyrir allt sem þið hefur gert fyrir okkur. Við vitum að þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt en þið hafið endalaust sýnt okkur þolinmæði og hvatt okkur áfram í það sem við höfum tekið okkur fyrir höndum.
Við viljum líka biðjast fyrirgefningar á því að þið þurftuð að vaka aðeins svo lengi í lokaferðinni vegna þess að það var mikill galsi í hópnum. Okkur þykir öllum ótrúlega vænt um ykkur. Að lokum sendum við sérstaklega þakkir til Grundaskóla, skólastjórnenda og starfsfólk Grundaskóla fyrir 10 æðisleg ár. Munið að þeir eru öll dásamlega á ykkar eigin hátt. Njóti lífsins og gangi ykkur vel í framtíðinni. Við vonum að sjá ykkur fljótt aftur. Takk fyrir okkur. Takk. Og eins og Siggi skólastjóri segir alltaf, Grundaskóli er okkar. Það má segja framtíðin sé ykkar. Virkilega flott orð. Heyrði, þá eru það Íris kennararnir, Íris Öddi og Hjördís sem ætla að koma hérna. Nei, ert þú? Já. Hvernig er maður að koma upp eftir svona klökkur og svona, en elsku, bestu, krúttu, krakkarnir, okkar, litlu, dullu, dúskarnir. Ég er bara í sjokki. Það er komið að þessu. Jæja, krakkar. Mikið ofboðslega eru við stolt að standa hér í dag og geta sagt að við erum kennararnir ykkar. Við fengum að vera þess heiðurs aðnjótandi að leiða ykkur síðasta spölinn á skólagöngu ykkar í Grundaskóla. Eitthvað sem við hefðum aldrei viljað missa af. Margt hefur verið brallað og margt hefur drifið á dag okkar og þrátt fyrir ýmsar hindranir er komið að því að þið ljúki grunnskólagöngu ykkar. Það leit nú ekkert allt og vel út á tímabili. Má þar til dæmis nefna ástæða þótti til að halda ykkur lengur, ári lengur á miðstigi. Og svo í 9. bekk þurfti að dreifa árgangnum á 3 svæði. Og allan skólan, sumir fóru aftur á yngstastig, aðrir á miðstig og enn aðrir í list- og verkgreinarnar. Þegar það skilaði ekki tilætluðum árangri, voru við sett í rými með skólastjórnendum. Þangað til seint í 9. bekk, þegar loksins þótti óhætt að sameina okkur unglingadeildinni. En að öllu gríni sleftu, þá segir þessi tími, allt þetta flakk og vesen, okkur kannski ansi mikið ykkur, elskurnar okkar. Því alltaf voruð þið tilbúin að láta hlutina ganga upp, horfa á ljósupunktana og gera gott úr hlutunum. Enda eru þið eini árgangurinn í sögu Grundaskóla sem hefur ítrekkað viljað hafa orðið fjör í bekkjasáttmálanum ykkar. Og það skilur það enginn. Þið eru kraftmikill hópur, þið eru hávær hópur, þið hafið afar sterkar skoðanir á öllu mögulegu og ómögulegu. Haldið því áfram. Verið kraftmikil. Hafið hátt. Segið skoðanir ykkar. En munið að stundum er bara best að þegja. Skólaárið hefur verið viðburðaríkt og gefandi. Við lögðum á staði þetta ferðalag sem lokaárið er með það að markmiði að þjappa hópnum saman, að skapa heild. Okkur finnst við hafa náð því markmiði og gott betur.
Það er ekkert sem sýnir það eins vel og söngleikurinn okkar og auðvitað þið öll. Þar fór þið gjörsamlega á kostum og verður það verkefni lengi í minnum haft. Í lokaferðinni sáum við líka hversu flott eining þið eruð og góði vinir. Það er vinátta sem fylgir ykkur út í lífið. Það er skrítin tilfinning að standa hérna núna, horfa á hvert og eitt ykkar og hugsa til þess að nú skilja leiðir, þó svo að sögu okkar sé hvergi lokið. Þegar öllur er botnin hvolft, þá er það að vera góð manneskja það sem skiptir öllu máli í lífinu. Svo maður vitni í bókmyndir sem við ættum að kannast við í heimi þar sem þið geti verið hvað sem er, verið þá vingjarleg. Þið, öll þið, eigið alltaf stað í hjarta okkar og líka hér í Grundaskóla. Við óskum ykkur allsins besta og hlökkum til að fylgjast með afrekum ykkar á komandi árum. Flýtið ykkur hægt, en munið að njóta augnabliksins. Að lokum ætlum við að fá sína hérna myndband úr lokaferðinu okkar. Þið sjáið samt ekki allt sem gerist í ferðinni því að það sem gerist í lokaferðinni, það helst svolítið þar. choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina,
this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Tango since summer, Zimbabwe, cause this is Africa. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour. She calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home. Geggjuferð. Hún verður lengi í minnum höfð. Heyrði, þá ætla Hafdís Bergsdóttir og Sigríður Margrét Matthíasdóttir að flytja kveðju frá foreldrum.
eru betur hann, ég heyri. Ég sé ekki hann. Heyrðu, kæru útskriftarnemar, foreldrar, starfsfólk og aðrir gestir. Þegar úrlingur útskrifast úr grunnskóla má segja að hann standi á krossgötum. Allt í einu blasir framtíðin við með aukinni ábyrgð þeirra sjálfra á því að taka skynsamlegar ákvarðanir og spila vel úr þeim spilum sem þeim hafa verið gefin. Þetta ekki bara tímamót í lífi úrlingsins, heldur foreldra hans líka. Foreldrar tala gjarnan að þeim finnist þeir orðnir miðaldra þegar þeir ferma fyrsta barnið sitt. Hvað þá það næsta? Og á sama hátt útskrift úr grunnskóla stórt mál í lífi foreldra. Þetta áfangi sem hefur tekið mismikið á heimilin, enda engin grunnskóla ganga eins. Að eiga ungling góð skemmtun. Það svo sannarlega alls konar og á þessum árum skiptir skólaumhverfið og mannauðurinn sem þar gríðarlega miklu máli, því það þarf vissulega þorp til að ala upp ungling. Grunnskólinn stofnun sem hefur alltaf verið miðstöð margs í lífi barna og unglinga. Skólabyggingin og húsgögnin skipta ekki öllu máli, enda hefur það sannast á undanförnum skólaárum þar sem kærkomnar endurbætur og uppbygging á húsnæði skólanna að Akranesi hafa svo sannarlega sett skólastarfinu takmörk. Heldur það fullorðna fólkið sem kemur að og vinnur með börnunum okkar alla daga sem virkilega getur skipt sköpum í farsæld þeirra á þessum árum. Þetta skiptir foreldrar líka miklu máli því þegar á móti blæs í uppeldinu eða illa gengur í náminu afar dýrmætt að geta leita til þeirra. Stundum þurfum við bara að viðra áhyggjur og heyra hvernig gengur. Stundum vantar ráðleggingar og hvatningu í erfiðri stöðu og stundum þurfum við hreinlega að halla okkur að þeim þegar lægðirnar liggja yfir unglingunum okkar. Á grunnskólagöngunni takast nemendur á við ýmislegt og kennararnir þeirra það fólk sem tekur við þeim þegar þau fara frá okkur foreldrunum á mótnana. Þau geta verið að burðast með ýmislegt í skólatöskunni, misþungt eftir dögum og þegar taskan verulega þung mikilvægt að það ríki gagnkvæmt traust og virðing. Að nemendur mæti skilningi og sveigjanleika þegar þörf á, því þegar öll á botninn hvolft þá á grunnskólinn að leggja grunn að frekari menntun, leggja inn góð gildi svo að þaðan útskrifist góðar manneskjur. Því það það sem skiptir máli, mestu máli, að við veljum alltaf að vera góð, ekki síst í heimi þar sem það stundum erfitt. Vonandi fara allir hérna í dag með góðar minningar frá liðnum árum. Í grundaskóla rík áhersla á skapandi skólastarf og njóta börnin okkar góðs af því. Það var sérstaklega gaman fyrir okkur foreldra að fá tækifæri til að fylgjast með og aðstoða við uppsetningu unglingan okkar á söngleiknum Úlfur Úlfur. En það verkefni fékk verðskuldaða tilnefningu til foreldraverðlauna Heimilis og skólaárið 2024. Kæru útskriftarnemar, innilega til hamingju með áfangan. Mörg ykkar alveg guðslefandi fegin að þetta sé búið, á meðan önnur óörugg næstu skref og væru alveg til í 1 ár í viðbót. Alveg sama hvað verður hjá hverju og einu ykkar, þá munið þið sífellt standa frammi fyrir vali hitt og þetta. Veljið alltaf að vera góð og veljið út frá eigin sannfæringu. Virðið ykkar eigin mörk sem á annara, sýnið sjálfum ykkur og öðrum mildi og munið að við lærum svo lengi sem við lifum. Að lokum viljum við fá þau Hjördísi, Írisi, Rósu og Öddu upp á svið til okkar. Þið sækir það. Bara tippa ykkur svona eitthvað stað, það sem ykkur finnst gott að vera. Grundaskóli ríkur af góðu fólki og þar á meðal þau Hjördís, Íris, Rósa og Öddi. Þið hafið leitt börnin okkur í gegnum ævintýri unglingadeildarinnar og eflaust þetta ljúfsár dagur. Tárin í augum ykkar gætu ýmist stafað af sorg eða hreinlega gleði af því að þið eruð eins og sumir nemendur guðslifandi fegin að vera að útskrifa þetta lið og laus við allt blessaða shiti sem fylgir þeim stundum. Hvort heldur sem þá viljum við fyrir hönd foreldrahópsins þakka ykkur af öllu hjarta fyrir að halda vel utan unglingan okkar, sýna þeim sveigjanleika, skilning og virðingu og vera alltaf til í að taka spjallið.
Við færum ykkur 4 hérna smá þakklætisvott frá árgangi 2008 og vonum að þið njóti vel. Já, kannski ég lefa þeim að þetta bara. Skólanum færir árgangurinn veglega gjöf sem mun berast vonandi í næstu viku. En það borðtennisborð sem við vonum að stytta nemendum stundir á næstu skólaárum. Það vissulega mörgum að þakka fyrir börnin okkar og eins og við sögðum áðan það þarf heilt þorp til að ala upp ungling og í þessu þorpi sem grundaskóli hafa ýmsir þorpsbúar komið að þessum árgangi. Ykkur öllum erum við líka ævilega þakklátt og byggjum við stjórnendur, eitthvað stjórnanda, að koma hingað upp og taka við smáræði sem okkur langar að biðja ykkur að setja á kaffistofur skólans, eitthvað tíma við gott tækifæri, með kveðju frá árgangi 2008. Fyrir hönd foreldra árgangs 2008 þökkum við fyrir samfylgdina, samstarfið og skemmtilega heitin undanfarin ár. Takk fyrir okkur. Takk fyrir það. Vá, ég vil fyrir hönd skólans líka þakka bara fyrir gott samstarf og takk kærlega fyrir þessa flottu gjafir. Og takk líka fyrir þessi heilræði og kveðjuna frá okkur. Heyrðu, þá ætla nemendur, útskriftarnemendur að koma upp á svið og þau ætla að sýna brot hérna úr söngleiknum Úlfi. Já. Sviðsmyndin ekki klár. Bara hérna.
krakkar, af því að ég búin að skrifa að ég ætla ekki að opna það eins og. Ég ætla bara að það er búið að segja allt sem að segja þar. Ég hef verið ótrúlega heppin á fylgjum frá þetta fyrsta degi þegar við komum í grundarskóla, þá sem móður, nú sem móður og stjórnandi. Það sem að foreldrafulltrúarnir sögðu, það sem að þið sögðu, það sem að kennarnir sögðu, þetta var allt í dag. Meiri segja, því ég veit að ég lofa að þessu, meiri segja voru drengir sem hafa komið heimsótt mér reglulega, sem að sögðu við mig, veistu, ég á eftir að sakna því líka grunnskóla. Þannig ég veit það og veitir að framtíðin er ykkar krakkar mínir, verið fylgin ykkur, þið búið öll yfir ótrúlegum styrkleikum, hafið trúað ykkur og grundarskóli er